Heldurðu að þeir hafi nýtt sér veikindi hennar til þess að fá upplýsingar? Veistu, það að fyrir 4 árum síðan hefði svarað spurningu neitandi, en í dag ætla ég svara játandi. Ég tel því miður að þessi menn, það bara ekki til sem heitir siðferði. Nei. Það bara ekki til hjá þessu fólki. Og sérstaklega ég vissi það að Þóra Arnórsdóttir og Helgi Seljan vissu það ég lægi á spítala. Það skildi ekki einu sinni verða til þess að menn stöldruðu við. Þá bara segi, það ekkert siðferði hjá þessu fólki. Nei. En hafa þau aldrei gefið neina útskýring á því af hverju þau keyptu hennan síma? Nei. Það er bara enginn að spyrja um það. Nei, Stefán Eiríksson kom þarna fram og sagði að þeir hefðu keypt þetta númer fyrir 3 árum síðan, 2018, en leið og menn spurði það síman, þá eina dó umræðan. Já, ok. Og þá þurfti ekki að ræða þetta neitt frekar og mér finnst nú aðkoma Stefáns Eiríkssonar með hreinum ólíkindum. Þetta fyrrverandi lögreglustjóri. Já. Þú veist, við megum ekki gleyma því að það maður sem að hefur að ég tel bara gott orðspor og mér finnst hann eiginlega að vera fórnaði fyrir bara hreina og klára dröllasokka. Bara svo ég noti nú bara hreina íslensku. Já. Og allt þetta fólk sem að þú talar hætt á Ríkisútvarpinu ekki? Fyrir utan Stefán. Stefán, en svo lappaði Helgi þarna inn aftur í byrjun mars og menn getur nú bara alveg sett upp tímalínu hvað gerðist í aðdragandanum að því. Núna í mars? Já, hann lappaði inn 3. mars og Ásturlóu máli kemur upp 16 ára seinna. Heldur hann tengist því eða? Ég bara fullur sem fingraförinn hans þeirra á þessu. Veist, ég get alveg sagt þér eitt. 28. maí 2021 skrifaði ég í tímalínuna mína sé fingraförnans Helga Seljan. 21? Já. Hann aðkoma málinu staðfest í mars 25. Það tók 4 ár að fá það fram sem ég vissi 21. Ég er búin að fylgjast með þessum hóp það lengi að ég veit hvernig þau vinna. Það ekkert sem þessi hópu gerir sem kemur óvart. Þetta ekki blaðamenn. Þetta eru aktivistar og þeir eru að koma óorð á íslenska blaðamenn. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Og ég held því miður geta að stétt íslenska blaðamanna, hún mun ekki standa upp fyrir að losa sig við formanninn. Þannig að ég held að því miður þá bara hún ekki bara manneskja til þess að rífa blaðamannsstéttina upp og koma því orði á hana sem við viljum að sé á þessari stétt. Við viljum hafa sterka fjölmiðla. Við viljum að fjölmiðlar veiti ráðamönnum, einstaklingum og fyrirtækjum aðhald. Og þá ég meina aðhald, þá ekki að tala um skáldskap, ég ekki að tala um svona mannorsmorð eins og tengist þessum hóp, heldur aðhald. Já.